Við ætlum að taka dæmi þar sem við notum rakningaformúlu í veldaraðalaust til að finna lausn á diffurefnu og þetta er y tvídiffra plus x í öðru y diffra plus 4 y er eftir 1 mínus x í öðru. Nú sjáum við að x í öðru, stuðlinn hérna og 4 og hægri hliðin 1 mínus x í öðru, þetta er allt fáiðföll. Þau eru fáið í 0, svo við setjum y af x til að vera summuna af stuðlunum AK sem x í veldinu k, þar sem k fyrir frá 0 upp í óendanlegt. Þetta er formið á lausninni. Nú ætla ég að setja þetta inn í efninu mína, diffurefna, þannig að mér vantar líka y diffra, y tvídiffra og það fæ ég með að diffra þetta. Diffra verða svona og tvídiffra verða svona og svo setjum við þetta inn í diffurefnuna. Setjum inn fyrir y tvídiffrað. Við setjum plus x í öðru sem y diffrað, þessi hér. Plus 4 sinnum y ódiffrað. Og þetta allt saman á að vera eftir 1 mínus x í öðru. Nú erum við með mismundi veldi hérna á x-inu. Ef ég vil taka saman hérna stuðlana í veldaræðunum, þá þarf ég að hafa sama veld á x. Þannig að ég byrja á að leiðrétta það. Ég gerir breytiskipti. Hér ætla ég að gera breytiskiptin n er eftir k minus 2. Hér ætla ég að gera breytiskiptin n er eftir k minus 1 og hér læti ég bara n vera áfram k. Og þá fá ég summuna n fyrir frá þegar k er 2, þá er n 0. Og hér er ég með n plus 2, ég er með n plus 1, ég er með a n plus 2 sinnum x í veldinu n, svona eins og ég hannaði það. Hér getur ég breytiskiptin, hér ætla ég að skipta skoðun. Hér þegar ég margfalda x í öðru inn í, þá fæ ég þetta hér samtals verður x í veldinu k minus 1 plus 2, sem sagt k plus 1. Þannig að þegar ég gerir breytiskiptin hér, þá vil ég láta n vera k plus 1. Og það þýðir þá að k er eftir n minus 1. Þannig að við segjum þetta er summan. N fer frá, þegar k er 1, þá er n 2. Og við erum með n minus 1 sinnum a n minus 1 sinnum x í veldinu n. Og svo plus 4 sinnum. N fer frá 0 upp í óendanlegt a n x í enda stóð 1 mínus x í öðru. Nú veldið á þeim öllum orðið eins. Við erum með x í enda. En við erum með teljara sem byrja á mismunandi stöðum. N byrja á 0 hér, n byrja á 2 hér, n byrja á 0 hér. Þannig að við skulum láta alla teljarana byrja bara í 2. Og það gerir ég með því að skrifa bara út fyrstu 2 liðina í þessum þar sem að teljaran byrjar ekki þar. Þannig ég segi hérna fæ ég fyrsta liðin minn þegar n er eftir 0 í þessari röð og fæ ég 2 sinnum 1 sinnum a2 sinnum x í 0 plus það sem n er 1, þá fæ ég 3 sinnum 2 sinnum a3 sinnum x í fyrsta. Og ég ætla að stökkva yfir í þessa hérna röð og setja n eftir 0 inn fyrir hana og er með 4 sinnum a0 sinnum x í 0 sem er 1 og svo 4 sinnum a1 sinnum x plus summa sem byrjar í 2 og þá tekið saman alla liðina henni í summunum. Það er með n plus 2 sinnum n plus 1 sinnum a n plus 2 plus n minus 1 sinnum a n minus 1 plus 4 sinnum a n og allt þetta sinnum x í enda
og allt þetta á að vera jafnt á 1 mínus x í öðru. Nú skulum við draga saman liði hérna í byrjun. Við sjáum að þetta hér er fasti og þetta hér er fasti. Þannig að ég er með fastan 2a2 pluss 4a0. Hér er ég með stuðul við x og hér er ég með stuðul við x. Ég fæ nákvæmlega stuðulinn 6a3 pluss 4a1 sinnum x. Og svo fæ ég stuðula fyrir hærra veld af x en 2 og hærra fæ ég með því í þessari hérna summu. En ég sé að ég er með summan hérna af allir romsunni og þetta á að vera jafnt á 1 mínus x í öðru. Nú, við skulum skoða hægri hliðin og vinstri hliðin á að vera svo sama. Eini fastinn sem ég er með vinstra megin, það er þessi hér. Hann hlýtur þá að vera akkurat þessi fasti hér. Þannig að ég fæ hérna 2a2 pluss 4, 0 hérna, þetta á að vera 4a0 vendilega. Pluss 4a0 á að vera eftir 1. Þá er komið samband á milli a2 og a0. Og stuðullin við x, við sjáum að hérna megin er þetta, hérna er eina x sem ég er með vinstra megin, en hægra megin er með 0x. Þannig að ég fæ að 6a3 pluss 4a1 hlýtur að vera aftur 0. Þannig að ég kom með þarna sambandið milli a1 og a3. Nú er ég með x í öðru hérna og það er fyrsti liðurinn í summunum minni hér. Þannig að sé að þegar ég set n eftir 2 hérna inn, þá ég fá inn út mínus 1. Og ég skrifa þetta, ef ég set n eftir 2 hérna inn, þá fæ ég 4 sinnum 3 sinnum a4 pluss hérna er ég með 1 sinnum a1 pluss 4 a2 á að vera jafnt og mínus 1. Aðeins hérna, þegar ég set n eftir 2 inn í formúlinu minna hér, þá fæ ég x í öðru. Þetta x í öðru hlýtur að vera það sama og þetta hér x í öðru hægra megin. Hægra megin og vinstra megin er að vera jafn mörg x í öðru. Þannig að stuðlinn við x í öðru hér verður að vera sama hérna og hérna er hann mínus 1. Þannig að hér fæ ég, sem sagt ég fæ 12a4 pluss a1 pluss 4a2 er eftir mínus 1. Þannig að ég kom með eitthvað samband þarna. Út frá a1 og a2 get ég reiknað út a4. Ok, fyrir öll hærri veldi af x, þá er ekkert x hérna hægra megin. Það er ekkert x í þriðja og ekkert x í fjórða og ekkert x í hærra veldi en 2. Þannig að allir stuðlar eftir þetta eiga að vera 0. Þannig að ég fæ, ef n er stærra eða jafnt á 3, þá er n pluss 2 sinnum n pluss 1 sinnum an pluss 2 pluss n minus 1 sinnum an minus 1 pluss 4 sinnum an jafnt á 0. Og þá einangar ég hérna hæðsta stuðlinn an pluss 2 og fæ út að þetta á að vera jafnt á svo mikið sem mínus, höfum hann bara fyrir framann, 4an pluss n minus 1 an minus 1 deilt með að ég með mínusin hérna fyrir framann, þannig að þetta eru báðu mínusliður, deilt með n pluss 2 sinnum n pluss 1. Þannig að við sjáum a0 er auðvitað, a0 er uppslán af 0, a1 er uppslán merkt af 0 og þá er spurning hvernig finnum við restastöðlun. Nú a2 sjáum við úr fyrstu formúlinu hérna að er hálfur mínus 2a0 út frá a0 getur fundið a2 og a3 út frá þessari formúlu er mínus 2/3 a1 og a4 fyrirgeðu út frá þessari hérna formúlu, einangra a4. Þá fæ ég a4 er 1/12 mínus 1 mínus a1 mínus 4a2 og a5 og eftir það
er mínus 4an pluss n mínus 1 sinnum an mínus 1 deilt með n pluss 2 sinnum n pluss 1. Þetta gildi fyrir n stærra eða jafnt og 3. Og með þessari rakningaformúlu getum við þá reiknað út eins marga liði til á margliðinni 0 eins og við viljum. Sjáðu, í eitt sem við þurfum að passa sérstaklega hérna, það er að í þessum liðum, það má bara vera háð A0 og A1. Vegna þess að A0 og A1 er eitthvað sem er gefið. Þegar við erum búin að geta reiknað A2 og A3 út, þá megum við aftur á móti nota þá til að reikna út það sem eftir koma. En hérna til dæmis myndi ekki hafa merkingu að reikna an pluss 2 út frá kannski an pluss 4 eða eitthvað slíkt sem er hærri liður, því hann kemur eftir og við getum ekki vita hvernig hann er nema við vita þennan. Þannig að maður þarf að passa hvað það er sem maður lætur að háð hinum stuðlunum. Segjum þetta gott.